Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, við ætlum að ræða núna öryggis- og varnarmál eins og það heitir. Það var húllum hæ fyrir í dag í háskólanum. Varðberg fekk inn í hátíðasal háskólans til þess að halda fagnaðarfund við NATO og í gær var áhugavert viðtal á Sprengisandi þar sem að Þórdís Kolbrún, utanríkisráðherra, mætti og var að tala þetta, varnar- og öryggismál Íslands. Það sem var athyglisvert í málflutningi hennar var að hún var, við getum sagt svona herská, hún taldi vera sjálfsagt, sem mikið hefur verið gagnrýnt, að Íslendingar væri að kaupa skotvopn og senda til Úkraínu. Hún sagði að sá tími var í liðinn, að við gætum verið að senda stóðtæki og teppi, við ættum að senda það sem að stjórnvöld og herir í viðkomandi landa væri óska eftir og þau væri óska eftir skotfærum til þess að skjóta á Rússa. Og það var undirliggjandi í málflutningi hennar sem að við nú stundur rætt hérna við rauðaborðið að það er eins og ráðherrarnir í ríkisstjórn hafi áttað sig á því að Ísland mun ekki verða lengi undan þegin kröfu að leggja 2% af landsframleiðslunni í varnarmál eins og gildir innan NATO og margt bendir til þess að sú krafa muni hækka á næstum árum. Hún sagði þetta ekki beint, ekki frekari ráður en það var gert undanfarið, en það svona liggur undir málflutningi þeirra að við eigum að stórauka útgjöld okkar til hernaðar og það sé línan sem að mun verða hér í framtíðinni, sem að mun náttúrulega þýða það að einhverstað þarf að taka þessa peninga, ekki alltaf sjálfstæðisflokkurinn að leggja á sérstaka skatta út af þessu og þá mun þeir náttúrulega vera teknir úr öðrum grunnkerfum samfélagsins. Til að ræða þetta, öryggis- og varnarmál Íslands, er hingað kominn Hilmar Þór Hilmarsson sem er prófessor á Akureyri. Velkomin. Takk fyrir. Og kemur oft hingað á leið þinni Reykjavík. Herðu, mér fannst að mörguleyti viðtalið við hana Þórdísi Kolbrúnu, Reykjavík Gylfadóttur, utanríkisráðherra, vera merkilegt og sérstaklega þessi tónn sem ég var að reyna að lýsa hér í inngangi, að það var eins og væri að leggja inn fyrir þeirri hugmynd að staðan í heiminu væri þannig að við yrðum að horfast í augu við það að stór auka útgjöld okkar til varnarmála. Hún boðaði tvíhliða varnarsamning við Úkraínu og það voru svona mörg atriði í viðtalinu sem að bendi til svona, við getum kallað herskárri stefnu, heldur en það sem að kannski við ólust upp við, að Ísland væri herlaust og væri þar leiðandi, gæti aldrei orðið svona beinn og virkur þáttakandi í hernaði eins og núverandi ríkisstjórn gerir og þú hefur orðið varfið það í samfélaginu. Mörgum finnst þetta að vera veigamikil stefnubreiting að verja íslensku skattfé til þess að kaupa skotvopn í staði fyrir að kaupa stóðtæki og teppi eins og utanríkisráðherra var sömuleyti eins og var að hæðast að það væri hláleg aðstoð við fólkið í Úkraínu að gefa þeim teppi og stóðtæki, heldur væri okkar skylda að færa þeim vopn. Já, hún var að segja það að hvað myndi vera gert ef þeir ráðast á okkur. Og Bandaríkjamenn myndi senda stóðtæki og teppu, það er alveg rétt. Þetta er mjög djörf samlíking. Já, og þetta er náttúrulega, finnst mér fáránlegt, en hún, hún er herska og hún talar það í Úkraínustríðinu að það er sigra Rússa í stríðinu og það er að refsa þeim og svo framvegis og við erum náttúrulega vopnlaus þjóð. Við fórum inn í NATO á sínu tíma og grundvelli þess að við værum vopnlaus og Bjarni Benediktsson gerði grein fyrir þessu í ræðu sem hann flutti í Washington 4. apríl 1949, þannig að við fórum á þessum forsendum en núna greinilega verið að breyta þessu og þannig að við erum að tala 2%, þá erum við þeirri stöðu að þetta eru eitthvað 90 miljardar króna á ári og það er stemt í það að fara í 4%, Pólverjar er að nálga 4% og þá eru komin eitthvað 180 miljardar og þetta verður ekki gert nema að verið farið í eitthvað verulega niðurskorið í einhverjum stórum dýrum álaflokkum og þá náttúrulega kemur einna helst til að taka heilbrigðismálunni gegn okkur og skrúa þau niður eða skólana, það eru svona þessi stóru póstar. En þetta vakti athygli mín eins og segir, hún mjögst að vera að hæðast að þessari aðstóð. Ísland veit á sínum tíma til Bosníu-Hercegovínu aðstóð, stóðtæki og málið er bara það að mér finnst hún gerir sér ekki grein fyrir því til dæmis í Úkraínu þar því virðist
aðal vandamál Úkraínu í dag er kannski endilega þeir hafi ekki vopn. Þeir vantar vopn, það sem þeir vantar einna helst þeir vantar fólk, vantar hermenn. Þetta eru svo þunnt lið og það er líka ekkert fólk að reka hagkerfið og ef við til dæmis aðstofum fólk sem hefur mist útlimi til þess að fá rétt stoðtæki, þá getur þetta fólk lifa nokkurn veginn eðlilegu lífi og ég er ekki að segja að það myndi allt fara á vígvöllin, það myndi geta halda upp einhverju grunnstarfsemi í hagkerfinu til þess að halda Úkraínu gangandi. Þannig að framlagið er mjög mikilvægt og það er algjör miskilingur að halda það eina sem vanti til Úkraínu er bara að láta nóg mikið af vopnum. Eitt sem hefur komið í ljós í þessu stríði sem kannski lærdómur fyrir NATO er að NATO er að framleiða NATO er ekki framleiða mikið að dýrum fullkomnum vopnum sem er flókin í notkun sem að Úkraínumenn hafi ekki fólk mannafla til að vinna í og hafi heldur ekki tekník til að langa tíma að læra á þetta og á meðan að Rússar eru með ódýrari vopn í miklu magni og hafa líka verið að fá frá Norður-Kóreu og ódýri vopn og það er magnið sem er að skipta núna miklu meira máli heldur en gæðin og þess vegna virðist vera að framlýslu geta Rússa á vopnum sem er ekki sama gæð, kannski ekki fullkomin, bara miklu meira magn og leyniþjónustur Vesturlanda virðist ekki hafa vita af þessu að framlýslu geta verið svona mikil og að væri svona mikið til að vopna í Rússlandi og þetta er það sem er að sigra Úkraínu en líka bara það þeir hafi ekki mannafla og eru fannir að reyna að fá mannafla ellendis frá fólk sem flúði jafnvel fyrir stríð, fólk sem hefur að mennta sig í einhverjum löndum í Evrópu eða eitthvað staðar, fá það tilbaka til að fara á vígvöllin og fara að nota fanga. Þetta er orðið mjög þunnt allt saman en mér fannst sko að Ísland, að því við erum herlaust land og við framleiðum engin vopn auðvitað, ef við værum land eins og Svíþjóð til dæmis sem erum með töluvert öflugan her og framleiðum vopn þá væri þetta meira spurning, en við erum herlaust land, við framleiðum engin vopn en ég held að með ekki gera lítið úr framlagi sem er þannig að við verðum að hjálpa til með að gera fólk sem hefur verið mikið ungt fólk, gera það vinnufært aftur og reyna að stuðla því að það geti fara að lifa eðlilegu lífi því það að vakna spurningin líka þegar að stríðið verður lokið, hver á að byggja upp þetta land og svarið við því er alls ekki augljóst. Þannig að það geti verið meiri aðstóð í því við úkraínsku þjóðina að flytja út stoðtæki og teppi, frekar heldur en að skotfæri, þótt að það sé hersöðingjarnir sem að heimti skotfærin. Já, mér finnst sko sennilega er svona meira svona stemningin í NATO þessi sko að dæla inn vopnum Kamerún utanríkisráðherra Bretland sem hann vill fara að skjóta inn í Rússland Macron vill fara með hermenn inn í Úkraínu og sama með einhverjar af ríkjónum í Austur-Evrópu sem að vilja mæta þessu ástandi sem að þú ert að lýsa það sem að heraflinn í Úkraínu orðin þunnur en það landið illa farið var það fyrir stríð það vantar þessar kynslóðir sem að hersöðingarnir vanalega fórna á vígvellinum það vantar í Úkraínu og 2 ára stríð hefur náttúrulega grafið enn frekar undan því og þetta er þeirra helsti vandi og þá er svar NATO-ríkjana eigum við ekki að senda bara herliðan inn. Já, það er náttúrulega það er það sem Zelenski vill að sjálfsögðu, ef þú verið Zelenski, það er búið að segja honum að hann sé að fá ESB aðild og NATO aðild, NATO aðild 16 ár og við vitum að þetta er ekki að fara að gerast, hann náttúrulega er óreyndur stjórnmálamaður, hann kemur inn í þetta sem leikari og hefur takmarkað stjórnmálarislu og hann er að fara þarna inn og trúir þessu, gefur þessu forsendu að með því að færa gríðarlega mikla fórnir, mannfórnir og eignafórnir og fórnarlandi að hann sé að fara inn í NATO og ESB sem við vitum alveg er blekking. Sko ESB hefur ekkert efna á ESB er á hnjánum. Viðskiptaþvinganirnar sem voru gerðar gegn Rússlandi er IMF spá, alþjóðagjaldeyrissjóðurinn spáir því að hagvöxtur í Rússlandi verði á þessu ári 3,2% en 0,2% í Þýskalandi og Þýskaland er mótorinn í Evrópu efnaðslega. Þannig að viðskiptaþvinganirnar koma harðast niður á Þýskalandi. Já, með þess að tölur frá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, ég er ekki að vísa í tölur frá Moskvu, ég er að til alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, 3,2% hagvöxtur í Rússlandi, 0,2% í Þýskalandi. Þannig að sko að þetta hefur snúist í höndamönnum og fyrir Zelenski, hann náttúrulega er alltaf að reikna út frá röngu forsendum sem er það að hann sé að fá eitthvað sem hann færi þessar miklu fórnir
og það hefur ekki virkað, það eru mér skilt að hermannahlutfalli sé að vera 1/10, rússum í vil og vopnahlutfalli sé að vera svipa líka og það alveg ljóst ef þetta rétt hvernig þetta endar og náttúrulega núna eru rússar fattin að sækja að Kharkiv eða í áttina af Kharkiv og líklegt að þeir muni líka sækja að Odessa en bara lykillinn í þessu það að frekari vopnasendingar sko ef þú skaffar 100 skriðdreka þá verður að hafa 100 skriðdreka áhafnir þú þarft að hafa vopn þú verður að hafa mannafla og það sem er orðið vandamál og Úkraínumenn kvarta mikið undan sem hefur síðan leitt til þessar löndi svo Frakkland og Eystrasaltsríkin og jafnvel Pólland tala að fara að senda hermenn þarna inn sem náttúrulega því það þá ertu búin að virkja artikul 5 og þá ertu komið stórveldastríð. Það sem að í þessu viðtali því að það var líka merkilegt fyrir það að Þórdís Kolbrún fór í skamastundin í fjármálaráðuneytið og mér fannst svona í þessu viðtali skína svolítið út og hún var aftur komin heim af því að þetta sé svona svona málefni sem að hún hefur lagt mikið upp úr undanferðið. Félagar hennar í Sjálfstæðisflokkinu hafa kallað hana utanríkisráðherra Úkraínu svona af hæðni af því að hún hefur lagt svo mikla áherslu á þetta mál. Og þarna var hún að tala og meðal annars það að við þyrftum að sætta okkur við það að auka útgjöld til hermála og við ættum að fara að kaupa vopn til þess að senda á vígvöllin. Hún talaði svolítið eins og að Úkrænustríðið væri meginverkefni okkar í framtíðinni. Þetta væri svona, við þyrftum að leggja mikið á okkur. Því að ef að Pútín ekki sigraður á vígvellinum að þá væri hætta við að Rússar myndu bara leggja undir sig Evrópu, það mátti heyra það og hluta vitalinu. Já, þið taka bara París á morgun og svo hinn daginn þakkaði Berlín og svo faraði í London. Þessum er ég að spyrja þessu. Já. Það var þannig að utanríkisráður Íslands talaði þannig í gær eins og að það væri raunverulega hætt á því að rússneski herinn væri að fara að flæða yfir Evrópu. Já. Og þetta væri mikilvægasta verkefni okkar að hindra það og það væri, við ættum bara að horfast í augu við það að ég veit ekki hvort hún sem viðmiðun að 2% sem var þá 90 miljardar sem að við ættum að draga út úr ríkisrekstrinum og kaupa vopn fyrir og senda þarna því annars myndi rússarnir kannski stoppa bara við Ermarsundið eða ég veit ekki hvað. Er þetta raunhæf heimsmynd? Er þetta raunhæft mat á ógninni sem að steðjar að Íslandi? Pútín er búin að vera forseti síðan árið 2000 og hann var ekki með neina slíka út þessu stefnu. Það sem hefur verið að stækka er NATO og ESB. Þetta hefur verið að stækka. Það ógnar okkur ekki. NATO er komið úr 12 löndum í 32. ESB er komið í 27, þannig að Rússland hefur ekkert verið að stækka. Hvað getur þú nefnt mér eitthvað svæði sem er eitthvað álíka sem hafa verið að stækka sem að Rússar hafa verið að leggja undir sig? Þeir hafa ráðist inn í mörg lönd, þeir hafa ráðist inn í Úkraínu, þeir hafa ráðist inn í Georgíu og þeir hafa ráðist inn í... Já, árásin í Georgíu, Rússar voru búin að tala um það og nú er ég ekki að réttlæta þessar ólöglegu árásir. En Rússar voru búin að tala um það að það væri rauð lína að það yrði ekki farið inn í Svartahafið ef að Georgía og Úkraína fari í NATO þá eru öll ríkin við Svartahafið öll ríkin nema Rússland komin í NATO og sá sem að skilur ekki það að land eins og Rússland sem hefur takmarkað aðgang á sjó land sem er jafn stórt af flatamáli hér eins og Bandaríkin ekki nefndi samans sem hefur mjög takmarkað aðgang á sjó þetta er ekki viðkvæmt fyrir Rússland það er eitthvað mikil meðloka og ég nefnda við þig að sendi herra Bandaríkjana í Moskva á þessum tíma sem að þetta gerðist þessi NATO-fundur í apríl 2008 hann varaði við þessu utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem var Condoleezza Rice á þessum tíma það var ekki tekið mark á því, margir fleiri vöruðu við þessu en það var ekki tekið mark á þessu ég hef ekki séð það að Rússar séu að plana að taka neitt en ég veit það að Pútín vill örugglega hafa svona kallað buffersvæði á milli sín og NATO. Hann lítur á NATO sem tæki Bandaríkjanna. Hann lítur ekki á þessu varnarbandalag heldur árásarbandalag? Já, Bandaríkin náttúrulega eru landið sem er langt fremst í NATO, stjórna NATO. Hann lítur þannig á, þannig að
hann hefur, þá vill hann með við það er verið að tala alltaf NATO og eldu Úkraínu, en þá verið að gera þess að Blinken var síðast að tala þetta bara nýlega, þá vill hann núna af því hann telur sig að hafa yfir hendina og að sækja fram af nálgast Kharkiv og þá líka í áttina að Kiev, þó hann sé ekkert komið þanga og ég ekkert segja að myndi fara þanga, þá er hann að sækja fram og hann vil stækka þetta svæði sem mest af því það alltaf verið að tala NATO, ok, þá teki eins mikið eins og ég get. Það er bara eðlilegt fyrir þann sem forseti Rússlands. Hvíta-Rússland er í viðskiptaþvingunum frá Vesturlöndum og er algjörlega einangrað og getur ekkert gert hana en að bara vinna með Rússlandi, það er bara lokað. Eystrasaltsríkin eru náttúrulega í þeirri stöðu að austurleiti þeirra er að mestu leiti fólk að rússnesku bergibrotið, þannig að ég hef enga trú á því að við munum sjá Putin með her í París eða Berlín eða London, en ég gæti alveg séð fyrir mér að hann myndi vilja, ef hann sér að NATO er að tapa stríðinu í Úkraínu, að hann myndi vilja skaða Eystrasaltsríkin með því að til dæmis að gera einhvern usla í austur hér Eistlands og Lettlands, til dæmis í Narva, Íslandi og svo í Resekni og Daugavpils þessum borgum í austur Lettlandi og segja svo ok, þetta artikul 5 garantí að þetta ríki verði hvort annars sé ónýtt. Hann gæti gert það því að til dæmis bara fyrirverandi forseti fulltrúadeild Bandaríkjaþings Newt Gingrich lýsti því yfir bara í viðtali við stóran fjölmiðil að Bandaríkin myndi ekkit fara í eitt kjarnorkustríð við Rússa út af þessum löndum og hann sagði bara Íslandi bara hluti bara útkverfi í Sankt Pétursborg og við fyrir ekkit að gera út af því. Þannig að, og ég sjálfur hef ekki trú á því að Rússar muni fari í að taka þessi lönd, en hann gæti tróðið þeim með tæri, eins gæti hann þjarmaða Finnlandi. Já, en Þórdís Kolbrún var að segja það að þetta væri bara meginatriði í öryggisstefnu Íslands að stoppa vestursókn rússneska hersins. Er þetta, ég meina ef að það, ég meina eins og þú talar, að þetta sé erfitt að fá stóð í raunveruleikunum fyrir þessu. En þá sittum við samt uppi með það að þetta er grundvöldurinn í utanríkis og öryggisstefnu Íslands. Já, en það bara þessi greining á því hvað geti gerst í Evrópu, að það er að rússneski herinn, bara rauði herinn, ryðjist yfir, taki hvert landafættur öðru í einhverju svona dóminó. Já, þetta náttúrulega var kenning sem var í Víetnam líka, dominokenning ef að norðu Víetnam myndi sigra suðu Víetnam, þá myndi öll Asía falla og svo bara helst allur heimurinn, það gerðist ekki og ég auðvitað get ég ekki verið viss þetta, mér finnst þetta fáránlega hugmynd en þetta er ríkjandi skoðun og þetta er grundvöllurinn undir það að geta hervætt alla Evrópu. Mér finnst þetta NATO verið eins og eitthvað lobby fyrir hergagnaframleiðendur. Það er að segja sko, allir þurfa að auka sína varnarmála, fjárlög til varnarmála margfaldaðu og það er einhverju hagsmund þetta sem að Eisenhower á sínum tíma varaði við að hergagnina í Bandaríkjunum næði of miklum áhrifum og þetta myndi enda einhvern veginn svona. Hann var að tala um Bandaríkin, hann var ekki að tala um Evrópu. Nei, en sko Evrópa er bara leppur Bandaríkjana, þetta er svo jeppakera sem hangir aftan í jeppa sem heitir Bandaríkin. Þetta er ekkert sko, Evrópa er ekki neinum sko. Það er ekki stýri í þessari kerru. Nei, þetta er bara, þetta er ónýtt. Ég meina, Evrópa er efnahagslegt veldi, þetta er ríkt svæði. Ég meina, hagkerfi Evrusvæðið og Evrópusambandið er álíka stórt hagkerfi og öll Bandaríkin. En þegar kemur að varnarmálum og öryggismálum og pólitík, þá er Evrópa bara dvergur og Bandaríkin að ráða yfir NATO. Þannig að sko, Evrópa er ekki neitt í bremsu. Þýskaland hefur smátt og smátt verið dregið inn í það stríð. Þú veist að þegar stríðið braust út, þá vildu þau bara skaffa Úkraínu hjálma. Þeir vildu ekki koma inn með þeim hætti sem þeir eru að gera núna. En núna hefur þetta stigmagnast, hefur verið að stigmagnast og það er ekkert annað í gangi heldur en ennþá meiri stigmagnun. Ég meina, Kamerún, maðurinn sem kom Bretlandi út úr Evrópusambandinu og sagði svo af sér að því hann var svo hissa á útkominni. Hann er komin þarna í utanríkisráðherrastólinn og hann vill fara að skjóta eldflögum inn í Rússland. Og svo forseti Frakklands sem að sagði hefur í nokkrum árum að NATO væri heiladautt, hann vil senda NATO herminni. Þetta er allt í það átt stigmögnun
og allt í þá átt að þetta verði beint stórveldastríð og sem gæti endað til dæmis með því að Rússar myndu sprengja kjarnorkusprengju í Vestur-Úkraínu til dæmis, sem að þýddi það að þá myndi sennilega þessu stríði ljúka mjög flótt vegna þess að Vesturlönd, ég vona allavega að leiðtogar Vesturlönd að gera sér grein fyrir því að ef að Rússar sprengja sem er kallað tactical nuclear weapon og ég veit til dæmis ég var að tala við aðila í Slóvakíu, Ungverjalandi til dæmis, lönd sem eru eiga landamæri í Úkraínu og hefur miklar áhyggjur af þessu, ef að hann gerir það og hann er með æfingar í gangi, þá yrðu Vesturlönd að skrúa þetta stríð niður á hvaða kjörnum sem er strax. Þannig að ef að því svara með kjarnorkuvopnum, þá ertu komið með kjarnorkustyrjöld milli stórvelda. Og það kemur ekki til greina. Ég held að Bandaríkjanna og Evrópa hlýtur ekki að greina fyrir því að ef Pútín sprengir kjarnorkusprengju í Vestur-Úkraínu, þá er þetta búið. Eins og Þórdís Kolbrún útskýrði sína afstöðu í gær að þá er leiðin til þess að koma í veg fyrir þetta er að auka stuðning við úkraínska herinn þannig að honum takist að vinna Rússa á vígvöllum. Er það ekki? Jú, það hefur verið... Er þetta raunhæft plan? Nei, þú getur ekki... Ef ég tala við Ungverja og ég meina aðila þar og þeir náttúrulega hafa reynda verið mjög gagnrýndir, Orbán hefur verið mjög gagnrýndir og ég er ósammála Ungverjum í mjög mörgum málum, til dæmis þeirra viðþorvarandi Gasasvæði, algjörlega ósammála þeim, en í þessu máli þá þú getur ekki sigrað stórveldi í stríði, þú getur ekki, sko, áður en að þeir tapa, áður en að þeim verður eitt, þá beita kjarnorkuvopnum. Það kemur að því að þeir gera það. Þeir eru ekki komnir að því núna hafa þeir yfirhöndina og eru að taka meira land og það virðist eins og þeir eru að prófa svæðið. Þeir fara inn í Kharkiv, taka ykkur þorp og fara áfram og það getur tvennt sem þeir eru að gera, annars vegar þeir eru að taka meira land, þeir eru að finna hversu sterkur úkraínski herinn er og þeir finna það að það er eiginlega engin fyrirstaða núna og svo hitt að þeir eru að fá Úkraínuminn til að draga hermenn frá suðausturhlutanum norður til að geta hert sóknina þar. Þannig að því miður bendir þetta í allt þess núna að þráttur í vopnasendingar að þá, ef þú ert ekki með mannafla og þú ert ekki með fólk, sko svo líka það að þegar þú ert með þunnan mannafla þá ertu að nota yngri hermenn eða eldri hermenn sem að hafa enga reynslu og vestræn vopni eru bara þannig að þau eru flóknar í notkun og við sjáum bara verið sem þessar F-16 orðsutdóttur, það er ekki ennþá búið að koma þeim inn, það tekur svo langa tíma að þjálfa aðeins þess að nota þau. Þannig að sko þessar vopnasendingar hafi ekki verið að skila miklu og við vitum líka það. Við vorum náttúrulega bara að kaupa einhver stórskotaliðsvopn sem að nú er bara hægt að setja ofan í einhverjar byssur og skjóta þeim sko. Eitthvað drasli gegnum Tékkland og við vitum ekki alveg hvaðan Tékkar er að kaupa þetta. Mér skilst þetta sé einhvern veginn þannig að Tékkar eru milligönguaðilar að kaupa þetta og eflaust af einhverju löndum sem vilja ekki láta nafn síns getið. Því mörg þessi lönd sem eiga svona vopn, þau eru í miklum viðskiptasamböndum við Kína og Rússland, til dæmis í Suður-Ameríku eða Asíu eða Afríku. Þau vilja ekki að það sé verið að tala um að þau sé að selja vopn. Þess vegna faraðu Tékkland haft, þess að ég skil þetta sem milligöngu aðili þarna. Og ég held að við þurfum að halda okkur við það, við erum vopnlaust land og það þjónar, ef við erum að hugsa um okkar stöðu í heiminum og við erum að hugsa um norðurslóðir, þá þjónar ekki okkar hagsmunum að vera í stríði við Rússar. Og Rússar eru sterkasta landi sennilega á norðurslóðum í hernaðarlesið og þeir eru að auka styrk sinn og þeir hafa stuðning Kína í því. Og fyrir okkur að vera í stríði við og vera að kaupa vopn til að drepa rússneska hermenn, við munum ekki eignast neina vini í Moskvu út á það. Það er óþarfa áriti sem að vopnlaustþjóð ætti að neita sér um. Já, ég held líka að þetta open door policy sem Íslandi er búið að beita sér fyrir allan tíma, það hlaut að leiða til þess að það verður svo krafa að við séum að borga til varnarmála alveg eins og önnur lönd. Því Bandaríkin get ekki borið endar þess að byrði. Ríkisfjármál Bandaríkjanna er ekki í góðu lagi. Skuldir hafa verið að aukast. Ég var að hlusta á eitt gamla síðasta sendiherra Bandaríkjanna í Sovétríkjunum og hann var að tala um það að Bandaríkin hefði gefið með aðgang á ríkisfjármálunum síðan Sovétríkjunir hrundu. Og ég fór inn í gagnagrunn alþjóðagjaldeyrissjóðsins til þess að finna þetta og það var engin gögn, elstu gögnin sem ég fann í gagnagrunnunum voru frá árinu 2000, ég veit ekki hvað það er, hitt var bara farið, en það var halli hvert einasta ár
Þannig að sko Bandaríkin geta bara ekkert borið þetta upp og þau eru komin í starfrættarsamkeppni við Kína sem stöðugt að vaksa og svo náttúrulega ástandið fyrir botni miðra sem svo það er. Það sem að Kínverjar og Rússar eru komið sterk tengsl við Íran og Sádi-Arabíu sem eru sitt stærstu löndin þarna í Miðausturlöndum. Staða Bandaríkjanna er bara ekki það góð að hún hafi efna að halda uppi Evrópu áfram og þess vegna verða öll löndin, þar á Ísland að fara að leggja meira og þess vegna verið okkar hagsmunir, sérstaklega okkar hagsmunir, væri þær að skrúa þetta niður þessi átök því að annars þurfum við að fara að borga risa upphæðir og náttúrulega átökin stigmagn þá eru þrýstingurinn meiri og meiri og það er verið að tala ekki bara 2% sem verið 90 milljarðar hjá okkur heldur að fara í 4% sem verið 180 milljarðar og þá getum við farið að loka sko dálítið mikið að skólum á Íslandi og sjúkrahúsum ef við ætlum að standa undir því þannig að sko mér finnst þessu sko open door policy fyrir Ísland það þjónaði ekkit okkar hagsmunum til lengdar af því þetta eru bara útgjaldaaukning sem verður að enda á þessum líkjum, Bandaríkin get ekki borið þetta. Mér finnst sko Þórdís Kolbrún vera eiginlega réttlæta aukin útgjöld með því að þetta væri bara það mikilvægasta sem við getum gert. Því ef að þú stoppar ekki vestursókn rússneska hersins, að þá er til lítils að halda út í skólum og þá verðum við að missa lýðræðið og frelsið og munum verða undir járnhæl einræðisherrans í Kreml. Já, þetta var eiginlega tónninn undir þessu. Þetta var sko málið er bara það var eins og við verðum komin bara inn í sko ég veit ekki hvar í kaldastríðið. Nei, en sko ef við skoðum bara þessu rule-based international order, við sáum til dæmis árás Ísrael á sendiráð í Damaskus. Það er algjörlega gegn öllum alþjóðasamningum og alþjóðareglum að sér á þessu sendiráð. En það var gert, fordæmt íslensk stjórnvöld það. Ég hef ekki heyrt það. Við vorum í hluti viljur að þjóða í Írak 2003. Professorar í Bandaríkjunum sem ég kannast eins og Stephen Walt í Harvard hefur sagt að það hafi verið alveg jafn ólöglegt eins og í Úkraínu. Við studdum það. Við fórum þar inn og við studdum Bandaríkin eða förum ekki gegn þeim og það er til dæmis markað afstöðu íslenska stjórnvalda í átökunum eða árásum Ísraelshers á Gaza að þar hafa íslensk stjórnvöld ekki stigið hart fram gegn því, heldur svona eins og Þórdís Kolbrún reyndar ítrekkaði aftur í viðtalinu að Ísraelsmenn hefðu rétt og skyldu til þess að verja sig. Þetta er alltaf línan sem að Já, og að Hamas séu bara hryðjuverka samtök og það sé ekkert að Ísrael. Nefnir aldrei Palestínu. Svo ég geti sagt eitthvað nefnir aldrei Palestínu. Eitthvað sem ég geti nefnt eitthvað í ákvættum íslensk stjórnvöld, svo ég leita einhverju þá var það þó þannig að það var atkvæðagreiðsla nýlega að Palestína fengi aðildarsamnið þjóðunum og þar greiddi Ísland atkvæði með, Ísland, Danmörk og Noregur, en Svíþjóð og Finnar voru hlutlausir. Úkraína greiddi ekki atkvæði með sem styður ekki Gazasvæði og ekki Palestínu. Bandaríkjamenn náttúrulega beita neitunarvaldi í öryggisráðinu, þannig verður ekkert af þessu. En allavega við höfum ekki fordæmt með skýrum hætti framferði Ísraela í gagnvart Palestínumönnum og við erum ekki að tala skýrt í þeim málum og og við fylgjum Bandaríkjunum á málum og auðvitað finnst manni þetta hörmulegt og við erum að tala með að hluta sem alþjóðlegu reglum eru þessi mannréttindi og allt þetta og við erum sjálf þannig og ég vita á hverju íslensk stjórnvöld til dæmis samþyktu voru svona meðvirkvarandi í Írak 2003. Þetta var á þeim tíma þegar þetta er bara tilgæta hjá mér. Þetta var á þeim tíma sem við vorum að semja viðveru varnarliðsins og Keflavíkurflugvelli. 2003, varnarlega fyrir 2006 2003 ég hef sjálfur tekið þátt í að semja svo kallar agreed minute því að varnarsamningunum sem við höfum í Bandaríkin það er ekkert í honum hvaða vopni eigi að vera á Keflavíkurflugvelli, það er ekkert það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli að verja landið. Á þessum tíma er íslensk stjórnvöld að semja við bandarísk stjórnvöld það hvað eigi að vera á Keflavíkurflugvelli, það þarf með loftvarnir og viðvera hermanna. Og þá eru Ísland kannski í þeirri stöðu að þurfa að vinna með Bandaríkjunum til þess að geta fengið að séu varnir á Keflavíkurflugvelli frekar eins og núna að það eru enga sýnilega varnir og
og það sem menn höfðu áhyggjur af þegar ég var í utanríkisráðuneytinu var það hreinlega ef að það væri ekki varnir á Keflavíkurflugvelli þá væri þessi varnarsamningur að skipta hann væri lítið svirði. Þegar ég var í þessu á tímabilinu 1995-1999 þá tókst okkur að semja að væri loftvæðslu á Íslandi og það voru nokkur þúsund hermenn á Keflavíkurflugvelli. Nú er ekki neitt þarna, en þarna hafa stjórnvöld verið að hugsa svo að þau vinna með Bandaríkjunum og auðvitað við háð Bandaríkjunum, við höfum verið háðum í öryggis- og varnarmálum og það talað alltaf það að Evrópa og Evrópuríkin NATO sé undir öryggisregli Bandaríkjana, alveg svo Japan og Suður Kórea. Það talað það. En þarna hafa voruð hagsmuna áreikstrar og við erum alveg tilbúin að dansa með því og með Gazasvæði og Ísrael þá þetta mjög viðkvæmt fyrir stjórnvöld hér að kannski taka harða afstöðu. Við til dæmis erum tilbúin að henda 2 milljörðum í eitthvað fund einhverja tjónaskrá út á Úkraínu. Ég var ekki varfið að vera mikið rætt þetta í þjóðfélaginu hvort ætti að eyða þessum peningum í þetta mál og og fengið einhver stofnun sem handónýtt Evrópuráði til þess að fjallum þetta sem hefur enga reynslu af því að gera svona hluti og hvað þá uppbyggingu á meðan að Evrópusambandið og sem hefur fjárfestingarbanka Evrópu og svo náttúrulega Alþjóðabankin að gera 6 mánaða fresti skýrslur tjóni sem verður á Úkraínu og hvað það sé mikið og svo framvís ítarlega skýrslur stofnun sem líka hafa mikla reynslu í að byggja upp þó þessi ekki fullkomnar þá hefur bæði fjárfestingarbanki Evrópu hann hefur verið líkil hlutverki að byggja upp til dæmis eins og Eystrasaltsríkin sem voru fyrir Sovétríki eins og Úkraína og síðan Alþjóðabankin hefur náttúrulega reynslu að byggja sér lönd öllu upp. Þessar stofnanir eru að vinna í þessu en það var hægt að henda peningum þetta en mér finnst þetta svona þetta er ekki lógist þarna illa að fara með peninga og eitthvað svona sýndarmennska og mér hugnast ekki að fara að skera niður ríkisútgjöldin til þess að eyða peningum í vopnakaup og svo á að vera eitthvað friðarráðstefna í sumar fyrir Úkraínu og svo alltaf talað það að Úkraína þetta endi með samningum. Af hverju var ekki að semja það fyrstu 2 árin mátti ekkert semja við Rússa. Nú að vilja Rússar ekki semja því ég vorum að tala það áðan, þeir vilja sækja fram og taka meira land, það er þeirra hagsmunum svo að halda einhverja friðarráðstefnu í sumar ég meina af hverju er þetta að fara að semja þegar búið að rústa öllu og hver eru markmið í stríðinu hvert er samningsmarkmið NATO-ríkja varðandi Rússland hvaða markmið ætla þau að ná eina sem að gera til það að Úkraína það verið að mylja landið í sundur eyðileggja hverja borgin á bæina fætur öðru þetta gríðarlega mikla mannfall og eignatjón og svo verið að lána Úkraínu núna það verið að tala um ég vil á Bandaríkjunum að tala um í staðan fyrir að Úkraína fái styrki það á að lána þeim þessa peninga og svo 28 milljarðar af þessum 60 milljarðar sem fóru núna en eru peningar sem eftir sem ég sagt að fræðimennum í Bandaríkjunum eru peningar sem að fara að byggja upp byrðir sem að Bandaríkjunum voru áður að senda til Úkraínu. Þannig að en mér finnst að hún talar að senda vopn og ekki eitthvað teppi og stóðtæki en það algjörlega óljóst að þessar vopnasendingar muni skila nokkru sköpuðum hlut og því þú manst nú alveg eftir þessari counter offensive sem átt að vera að það átt að vera eitthvað svona stórsókn hún varð aldrei og þannig að ég veit alveg í Bandaríkjunum það ekki hægt að kaupa sér sigur á vígvellinum í Bandaríkjunum og NATO ofboðslega mikil trú á að það sé hægt að ná miklum árangri með nýtísku vopnum. Já, því við erum bara svo miklu betri að við hljótum að vinna þetta. Já, vopnin eru fullkomnari. Þau eru fullkomnari. Ég heyrti því að ég var að tala um Eystrasaltsríkin, þá sögðu þau bara við viljum fara í NATO, við viljum tengjast Bandaríkjunum vegna þess að Bandaríkin hafa ákveðna tæknilega yfirburði varðandi vopn og þá eru við gott hluti af þessu. Og svo þegar sovéski herinn sem var í þessu löndum, þá var öllu draslinu sem að hent bara til Rússlands, öllum eldflugum, öllu þessu drasli sem þetta var sem Rússar hafa eflust verið að nota í Úkraínu. Já, ofmat á því hvaða árangri hægt að ná með vopnum og þó svo að reynslan okkar sýni alveg frá Víetnam til
Írak, til Afganistan að þetta gengur ekki upp og núna erum við sýnist mér að við séum að sjá þetta í Úkraínu líka. Öryggishagsmunir Íslands, eitt sem að hún sagði væri það að Rússar væru með skráð hjá sér alla kapla sem að næðu til Íslands sem að væru með tengingu okkar við umheiminn. Er raunverulega hætt á því að Rússar komi og eyðileggi internetkapla? Já sko, ef að þú ert að drepa fólk frá Rússlandi eða skaffa vopni að drepa fólk, getur átt vonað okkur í góðu. Ég meina þeir náttúrulega, þetta er náttúrulega gríðarlega mikið hatur og það er ekkert traust. Og þá kemur önnur spurning sem var það þannig metið að árum áður að því að Íslendingar væru vopnlaus þjóð að við gætum ekki keypt vopn, heldur ættum við að til dæmis að leggja til teppi og stóttaki svo við notum orðfæri Þórdísar Kolbrúnar. Var það metið út frá því að ef þú ert að drepa fólk út í heimi að þá getur þú búist við viðbrögðum og þar sem þú ert vopnlaus að þá ættir þú ekki að taka þátt í beinum morðum á fólki því að það gæti verið bakslag og þú ert að reyna ekki stöðu til þess. Þannig að það að við séum vopnlaus og herlaus að það sé eiginlega af þeim sökum að þá ættum við aldrei að leggja til vopn í hernað. Já, það er mín skoðun, eins og sko þegar 49, ég held að verið 4. apríl, þá flutti Bjarni Benediktsson, þá utanríkisráðherra, ræðu þegar Ísland var gekk í NATO og snerist það að Ísland væri vopnlaus þjóð, gæti hvorki varið sjálft sig eða aðra og við fórum í NATO á grundvelli þess að við höfum okkar lega að tala það verið það mikilvæg að við yrðum að vera það og þetta verið mikilvægt fyrir öryggi Norður Ameríku og Evrópu. Við vorum vopnlaus og það var að gengi og við fórum inn í NATO á þeim forsendum. Og það hefur ekkert breytt í því. Það er eins og það er fórstu sér að breytast núna. Nú erum við til þess að gera varnarsamningu við Úkraínu. Já, ég hefur séð þannig. Ég hef ekki séð neina pappír. Það hefur bara verið rætt um það og hún var nú eitthvað að reyna að útskýra hvað það væri. Þetta væri vel ekki, af því að við getum náttúrulega ekki, við getum ekki varið Úkraínu. Bara hlægilegt. Við getum ekki eins og varið okkur sjálf. Það er hlægilegt að vopnlaus þjóð sé að gera varnarsamning. En af hverju erum við þá að gera varnarsamning ef við getum ekki varið okkur sjálf eins og? Já, hver erum við að kaupa vopn til að drepa Rússa og þú sér að við erum með mjög viðkvæmni stöðu, allir þessi strengir sem þú ert að tala okkar landelgi sem tók 74 ára að verja, landekinn okkar, hún er tvisvar stærri heldur en Þýskaland, þetta er risastór efnahagslega, við þurfum að verja þetta og við erum með Rússa og við erum að kaupa vopn á með við gátum ef við hefðum aðstoða Úkraínumenn við að koma einhver fótónum undir kannski 100.000 manns eða eitthvað sem getur ekki starfað á vinnumarki, getur ekki hjálpa til að halda Úkraínu uppi standandi. Við viljum ekki gera það, við viljum heldur kaupa vopn, þó að sé ekki stóru upphæð, þá er þetta samt til þess að drepa fólk og við erum bara í það viðkvæmni stöðu líka vegna þess að skuldbinding Bandaríkjanna að verja Ísland er algjörlega óviss. Það er ekkert á Keflavíkurflugvelli til þess að verja Ísland. Ég meina þegar ég var aðstofamur utanríkisráðherra þá vorum við með nokkuð 1000 hermenn á Keflavíkurflugvelli og 4 orrustuþotur. Okkur fannst þetta hlægilega lítið og mér fannst þetta lítið og mikla áhyggjur þetta væri ekkert nóg til að vera landi. Nú er ekki neitt þarna. Og svo segir allavega alls ekki ólíklegu forseti Bandaríkjanna Donald Trump að hann mun ekki verja landið að því við erum ekki eyða 10% að verka landsframleiðslu í vopnakaup og hernað heldur mun að hvetja Rússland til að ráðast á okkur og svo ætlum við trúir því, Hilmar, að ef að Rússland myndi ráðast á Ísland heldur að Bandaríkjamenn myndu ekki bregðast við undir Trump? Sko ég veit ekki hverju ég ætla ekki að fara að spá neinu hvað Donald Trump er mjög þreyttur á Evrópu. Hann veit náttúrulega ekki sem að Bandaríkjanna er í ólagi og hann hatar allar alþjóðastofnanir. Hver einustu hvort sem er Alþjóðabankin, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Alþjóðaviðskiptastofnunin, NATO, Evrópusambandir, hann hatar þetta, Sameinuðu þjóðirnar er bara drasl, sko, hann tekur ekki, það er Bandaríkjanna hafa alltaf fyrirlítið Sameinuðu þjóðirnar. Þannig að sko, það er ekki að tala um það einu sinni, en ég veit ekki hvernig, ég meina, ef þú vilt treysta á Donald Trump, ég geri það ekki, ég held að Bandaríkin myndu hjálpa okkur.
Nei, ég er ekki að tala um að þau myndu hjálpa okkur, þau myndu bara skilgreina þessi sína eigin öryggishagsmuni að ekki fá Rússa inn í Ísland. Já, ég held að það sé... Ég held að Bandaríkjamenn sem anskota saman okkur, Sko, það eru svo kallar skjólskenningar sem í gangi sem það að Ísland geti gert samning við, smáríki geti gert samning við stærra ríki. Upp í Háskóla Íslands eru aðilar sem trúa þessu. Og að stóra ríki mun alltaf hugsa hagsmuni smáríkisins, jafnvel þó að sé gegn hagsmunum. Þetta svolítið tónnin í utanríkispælingum eins að forsetaframbjóðum? Já, þessar kenningar eru meingallaðar að mínum dómi. Málið er það að við höfum alveg séð, eins og með varnarsamningin við Bandaríkin, Íslands stjórnvöld vildu og hafa alltaf vilja hafa sýnilega varnir á Keflavíkurflugvelli. Og varnarsamningurinn þau hafa skilið varnarsamningin að hann eigi að vera þannig, en það var hins vegar að því það er alltaf að breytast tæknin og það er alltaf að gera svo kallar agreed minute og skilgreina með við nútíma tækni hvað er það sem þarf að vera á Keflavíkurflugvelli til þess að verja landið og það er eiginlega ekki neitt og þannig að sko en þetta segir okkur það, í fyrsta lega þá vitum við það að hagsmunir tveggja landa fara eiginlega, það er ekki til dæmi þess að hagsmunir tveggja landa fara alltaf saman. Það er eins og í greppinu 2008-2009, þá vildu Bandaríkjamenn ekki tala við okkur. Og vildi ekki hjálpa okkur, þó fjármálakerfið því okkur hrindi 85% á nokkrum dögum. Vildi ekki tala við okkur. Hverju voru sem var að tala við okkur? Rússar, Kínverjar hjálpu okkur og töluðu okkar máli í alþjóðagjaldeyrissjóðnum þegar að Hollendingar og Bretar vildu frista okkur og forsætisráðherra Bretlands tók til máls í stórstörstu fjölmiðlum í heim og sagði við erum gjaldþrota og verðum farin á hausinn og til fjandans til og talaði þannig okkur og þau getur ímyndað hvað áhrif það hefur á Ísland þegar landið svo Bretland tala með þessum hætti. Þannig að okkar hagsmunir liggja ekki saman en ég held að sé rétt hjá þeir að þegar að kemur að norðurslóðum að þá er það bara heppni hjá okkur að okkar öryggishagsmunir og Bandaríkjana og Íslands fara saman að því leiti að Bandaríkjamenn er að átta sig á mikilvæg þessu svæðis og meira sér Donald Trump við vitum það að hann vildi fara að kaupa Grænland. Þannig að hann er búin að átta sig á því að þetta skiptir máli og það er bara heppni hjá okkur og sennilega er það rétt mat að Bandaríkjamenn myndu ekki vilja fá land sem er mitt á milli Evrópu og Norður-Ameríku í hendur Kína sama stað og var í seinni heimsstyrjöldinni eða Rússland að Bretar komu hingað vegna þess að þeir vildu ekki að Þjóðverjar tækju landið. Já, en það þeir var ekkert að verja okkur. Þú sér það að Donald Trump sendi varaforsetann hingað til að þakka okkur fyrir að vilja ekki vinna með Kínverjum þegar að stjórnvöld voru að skoða. Þannig að ég held að þetta ég sammálaði þessu. Þannig að það er bara vill svo til að Bandaríkjamenn skilgreina þessum öryggishagsmunum sína að taka Ísland ef ykkur annar sækist eftir því. Já, það er ekki til þess að verja okkur, það er bara að verja sína eigin hagsmuni. Við þegar kemur að öryggismálum þá erum við ekkert á eigin vegum. Nei. En það því þú nefndir þarna með að því að það er hluta af utanríkisstefnu sem kom fram hjá Þórdísi Kolbrúnu í gær var þetta nánu tengsl við Bandaríkin sem hefur verið hér svona hugmynd það að skjólið okkar í heimspólitíkinni væri að vera undir svona pilsveldi Bandaríkjana og kannski þurfum við að býst við þetta fólk myndi útskýra það að við þurfum að gera kannski meira en gott þykir, við þurfum að gæta okkar í afstöðu okkar til þjóðamálsins í Palestínu og við þurfum að gæta okkur í afstöðu okkar til öryggismála Evrópu eða stríðsins í Úkraínu og það þarf að vera bara í takt við Bandaríkin vegna þess að það er eiginlega engin staður í heiminum fyrir lítið ríki nema að vera í skjóli stórs ríkis. Já, sko, í öryggismálum þá erum við alveg klárlega í skjóli Bandaríkjanna og okkar það er bara að vera öryggisstefnan okkar síðan 1949 Já, sko, gáða því að Bandaríkin fara strax að vinna í því þegar við fáum sjálfstæði að ná tökum og við sem myndum sko, 1944, 17. júní hvaða landið sem er fyrsta landið að viðurkenna Ísland það eru Bandaríkin
það voru ekki lína 2 vikur okkur boðið sem sjálfstæður ríki að mæta á Bretton Woods-fundin til að búa til, við höfum enga þekkingu á því að búa til Alþjóðabankann og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn, okkur boðið þar og við erum við sannlega stærstu sendinefnd Norðurlanda á þessum svæði. Danir voru bara áheyrnarfulltrúar, þeir voru undir Þýskalandi en okkur boðið á Bretton Woods-fundi til að stofna þessar stofnanir. Svo þegar NATO stofnað, þá voru okkur boðið að koma þangað eins og stofnaðilar. Þetta 4. apríl 1949. Svo 5. maí Hilmar, ég veit að Bandaríkin þá okkur gert tvíhliða varnarsamningur. Þannig að við erum dregin inn í þetta og þetta má segja að það hafi þjónað okkar hagsmunum. Ég veit að það þjónar hagsmunum Bandaríkjana, að þannig hafa Bandaríkin metið sína hagsmuni að hafa Ísland undir sínum pilsfaldi. En ég að spyrja því, það hagsmunur Íslendinga að vera undir þessu pilsfaldi? Ég veit að það eru margir á Íslandi sem hafa skilgreint að hagsmunir Bandaríkjanna séu okkar hagsmunir. Ég held að það hafi verið betra fyrir Ísland að vera hluti af þessu vestræna kerfi þó að sé gallað heldur en til dæmis að við hefum verið hluta Sovétríkjunum. Ég meina það eru löndin í Evrópu sem ekki hluta NATO. Það er Írland eins og Austurríki, eins og Írland, eins og Finnland og Svíþjóð voru lengi. Þetta hljómar ekkert sem einhver svona svakalega slæm örlög. Nei og það er einmitt þessi spurning sem vaknar núna. Þegar að það komið svo staða, ef við þurfum að fara að borga 90 milljarða á ári inn í NATO og ef það stemt í 180 milljarða ári þó það væri bara 1% sko, þó það væri 45 milljarðar ári að þá væri það eiginlega meginverkefni íslenska ríkisins á næstu árum að kaupa vopn og flytja til Úkraínu. Já, og þess vegna þá er þetta breytingu sko. Núna finnst mér þessi spurning vera orðin relevant. Já. Því að ég hef ekki séð stjórnvöld segja það berum orðum hvar þau ætla að setja 90 milljarða á ári. Eina sem ég sé, sem ég skal viti fyrir Ísland er það að því við erum með stóra efnahagslögsögu, við myndum stór efla eftirlit með henni og varnagett okkar. Við erum með 1 varðskip sem er með fallbyssu og hitt vopnlaust held ég. Við getum ekki snitt, ef við þurfum að taka skip sem er að gera eitthvað í okkar landhelgi eða efnahagslögsögu sem við teljum ólöglegt, þá getum við valla gert nokkuð í því. Við getum elt þennan þátt, en það er engin 90 milljarðar á ári. En, sko, og þess vegna hefur ég að velta fyrir mér með þessi 300 milljónir sem fóru í því að kaupa skotfærin, að mér finnst það vera augljóst að ríkisstjórnin, sérstaklega utanríkisráðherra og nú er þetta forsætisráðherra, vita að við erum á leið, að við munum okkur verður ekki vært inn í NATO nema að auka útgjöld til varnar og hernaðar. Og það ákvörðunum að kaupa hérna núna áramótin, vopn í fyrsta skipti, svert gegn, þú bara heyrði viðbröðin í samfélaginu og þetta bara stuðar marga Íslendinga, finnst þetta að vera stefnubreyting sem er óásættanlegt, fólk kvartar yfir því að þetta hafi ekki fengist rætt í samfélaginu. Ég held að þessi ákvörðun tekin út af þessu sem þú ert að segja núna, því að ef við ætlum að eyða 1%, 45 milljörðum eða 2% sem er 90 milljörðum, við getum ekki bara elt landhelgisgæsluna fyrir alla peningin sko, eða keypt stóðtæki og teppi. Þess að ef við ætlum að fylla upp í hennar pening sem að krafan á okkur er að eyða í varnar og hernaðarmál, þá verðum við bara að kaupa skotvopn og hernaðartæki. Því að við getum ekki deytt þessu í einhverja svona gerfi varnarmál. Nei, en þá er þetta orðin spurning og þess vegna skiptir svo miklu máli fyrir Ísland og þessi Evrópuríki. Ég ímynda hvort að Eystrasaltsríki sem er ekki með nein velferðarkerfi eru raunverulega ennþá fátæk lönd að þau voru, ég hef skrifað bók það sko, hvernig þessi lönd fóru eftir fall Sovétríkjanna. Þau voru reynda með velferðarkerfi sko undir Sovét sko. Það var bara slökkt á þeim sko. Já, það var slökkt að við tókum bara Chicago-hagfræði. Heldur að þessi lönd hafi efna á því sem þau eru að gera núna? Að eyða svona miklu, þau eru komin yfir 2%. Þetta eru fátæk lönd. Þau munu missa fólk, ég meina það er margt fólk, ungt fólk í þessu löndum, í þessu lönd eru ennþá langt á eftir ríkari löndum Evrópusambandsins í meðaltekjum og þegar öll velferði skorin niður, allt sem er fjölskylduvænt, allt heilbrigðismál, skóla, allt skorin niður, þá blæðir þessum löndum bara út. Þannig að sko, þau eru ennþá verið stödd en við, en þau eru með Austurlandamæri eins og Eistland og Lettland við Rússland og þau eru með 25% af sínu fólki sem eru rússar og þau veit ekkert hvar þeir standa, þessi rússar standa, hvort að þeir munu, ef það er gerð innrás í landi, hvort að þeir munu vinna með Putin eða hvað þeir munu gera.
þessi löndir í svakalegri, svo eru þau miklu fátækari en við. Þau eru ég vil með ennþá vera trade-off heldur en við. Þess óleiklega að þau sætti sig við að við séum eitthvað frírættir inn í NATO og borgum ekki 2% eða 3% eða 4%. Þau munu bara benda á Ísland og segja, hvað er ávísunum frá þessum? Sjálfsögðu, hvað er ávísunin og hvað eru hermennirnir? Já. Hvar eru íslensku ungmennin? Akkur eru þau ekki á vígvellinum? Akkur eru þeir ekki komin í búninga? Akkur eru ekki Íslendingar notar í byssufóður? Auðvitað að spyrja þau að því. Og við getum þessna, núna, ef það, eins og þú sagði, eins og Trump talar, ég veit ekki hvað hann meinar. Ég meina, hann lagði ekki, hann sagði í kosningabarnum fyrir 2016, þá sagði hann að NATO væri obsolít, úrelt stofnuleggi þetta niður. Hann gerði það að vísu ekki. En hvað hann mun gera? En stækkun NATO og að við vorum í heimi það sem var eitt stórveldi, alveg þangað til kannski 2016, þá verður Kína allt í orðið jafnstórt eða stærra en Bandaríkin. Við erum komin í öðruvísi heim, við erum komin í stórvelda samkeppni og þá verður álagið að Bandaríkjunum miklu meira í Austur-Asíu og þau get ekki lengur haldið utan þetta nema að draga önnur lönd með sér eins og þau eru að reyna að draga NATO núna inn í Austur-Asíu til að hjálpa þeim opna NATO-skrifstofu í Japan, þau eru að draga Evrópulöndin og segja við Evrópulöndin ef þið viljið okkar aðstoð þá verðið þið að hjálpa okkur líka í stórveldasamkeppninni við Kína. Það komið næsta stærstu öryggishagsmunir í Íslandi að stoppa útþenslu Kína í Austur-Asíu, Suðaustur-Asíu. Það kemur næst svona eins og Rússland í Evrópu í dag. Já, sko, og þess vegna þurfum við að auka enn hernaðarútgjöldina. Já, þú getur hugsað sér svo, ef að þú ert Bandaríkin og þú mætir þú ert forseti Bandaríkin, þú mætir á NATO-fund og þér sagt, þið verðið að skaffa öryggisregli fyrir Evrópu því við getum þetta ekki sjálf. Og þeir eru að berjast mjög erfir í baráttu í Austur-Asíu sem er mjög erfið barátta og mun bara versna og svo er allt í klessu í mið-Austurlöndum og svo er BRICS-hópurinn og löndin sem styðja Kína beint og óbeint. Þetta er svona 87% öllum mannkyninu og Vesturlöndur eru 13%. Bandaríkin þurfa aðstoð og það sé auðvitað þess að segja þau við getum hjálpað okkur með NATO áfram en þið þurfið að hjálpa okkur og þá náttúrulega enda sérðu það nú eru æfingar, flotaæfingar hafa verið í gangi í Asíu og þar eru Evrópuríkin að senda herskip í þá Þýskaland, Bretland, Frakkland er að senda stór lönd, mörg lönd er að senda herskip, jafnvel Norðurlöndin og alls konar búnað til þess að hjálpa Bandaríkjunum í Suður Kínahafi og jafnvel, það er aðalega kannski þar, þetta eru siglingarleiðirnar og svo náttúrulega spurningi með Tævan alltaf, þannig að já, ég held að Evrópu fái þau skilaboð, ef þið viljið að við hjálpum ykkur, þá þurfið að hjálpa okkur. Og það virðist vera þannig að Evrópa sé að taka undir það að nú er síðasta Norðurlandaþingi þá var rætt öryggismál. Norðurlöndin eru komin í eitthvað bandalag með Hollandi og Bretlandi sem var eitthvað neginn búið til sem eitthvað svona hernaðar vettvangu fyrir Breta eftir að fór út úr Evrópusambandinu. Ég veit ekki alveg á hverju þetta var til. En það er víðar svona og við erum komið með utanríkisráðherra sem að talar eins og hershöfðingi. Og þannig að við erum að sogast svona inn í og ég meina stundum er það þannig að bara, það er breytingar í heiminum og straumurinn liggur þangað og við fljótum með. Eða er einhver valkostu fyrir okkur að segja, heyrðu þessi þróun mála, þar sem að við höfum raunverulega, við erum herlaus þjóð og við höfum enga möguleika að getu til þess að taka þátt í þessu. Við getum ekki skilgreint að orrustunum Kharkiv séu megin atriði íslenskar öryggistefnu og enn síður að þið ætla að fara að draga okkur inn í einhverju söguþráð í Tævan eða guð má vita hvar. Þetta bara er ekki okkar hagsmunir og við ætlum að finna einhver aðra leið. Er sú leið til? Já, sko, að mínum dómi ætti Ísland, auðvitað Ísland hefur voðalega lítið að segja þegar það kemur að stórveldaátökum. Það er sumir sem halda það sé að virkja Bessastaði að gera eitthvað varandi að Ísland geti fara alltaf fund með Pútín eða eitthvað. Við höfum eiginlega ekkert að segja þegar kemur að stórveldaátökum. Við höfum ekkert að segja. En við getum náttúrulega að tala við Norðurlöndin og við getum með okkar litla lóði og okkar hagsmunir
eru svo sterkt að því Við erum að því, ég var að lýsa því að sko, við erum inn í Norðurlandaráði að tala varnarmál sem að var aldrei talað áður. Þannig að við erum að fara með okkar lóð á þessa vogaskóla hernaðar uppbyggingar. Já, okkar lóð ætti að vera að skrúa niður þessa spennu og minnka, nota peningana í önnur mál, hvort það eru loftslagsmál, minnka fátækt í heiminum, auka velferð og gera hluti sem að skipta mannkynni máli. En það er alveg rétt sem hún segir, þetta er komið í alveg þeirra átt sem hefur verið að skrúa upp útgjöld til varnarmála og auka spennuna og stigmagnana og ég held að þetta muni bara versna. Þetta sé ekki að fara að lagast. Við erum komin inn í þann feril. Þetta mun bara versna. En auðvitað myndi að þjóna hagsmunum Íslands sem herlaus þjóð að það væri friður í heiminum og það væri ekki verið að sóa þetta miklu fjármunum til varnarmála. En við sjáum það eins og þetta benda á að Norðurlöndin eru komin eins og Stoltenberg og allt það lið í NATO og svo Norðurlöndin í kringum hann. Þessi lönd eru Noregur, Ríkland og Noregur, þau eru að eyða gríðarlegum fjármunum í til varnarmála. Danir að tvöfalda sitt framlag. Normenn eru með Norðurlandamæri við Rússland og eru mjög hrættir. Finnarnir með 1300 km landamæri Rússland, þetta er allt saman gríðarlega. Það raunhæft að rússneski herinn ryðjist inn í Norður-Noreg? Mér finnst þetta voðalega skrítið sko, ég meina ég held að Rússar, þú sér það, þeir eru búin að taka eitthvað 20% rúmlega á Úkraínu eða 20% á rúmlega 2 árum og að ráðast inn í Noreg, hvað væri þar í norður Noregi sem að væri áhugavert fyrir Rússa þegar þeir vita það Rússar eru búin að kaupa F-35 orrustuþotur, þeir eru búin að undirbúa sig, það er mjög dýrt landsvæði sem þeir vera að taka og þeir eru sjálfur með landsvæði sem þeir geta valla að haldið saman. Þeir ráðast ekki inn vegna varnar hersis sem er þar. Þess vegna verða Norðmenn að eyða svo miklu peningum til varnarmála til þess að halda, að því að það sem ég er að velta fyrir mér, sleppum hernaðaruppbyggingunni, segjum að Noregur myndi bara meta það að líkurnar á því að rússneski herinn ryðjist inn í Norður Noreg og taki Finnmörku. Er það finnst þetta að vera raunhæft sko? Nei, í kaldastríðinu var þetta ekki einu sinni raunhæft, en þetta var eiginlega bara byggt upp eitthvað svona hugmyndum þetta, en hún var aldrei, ég held að bara þessi engi sem haldiði fram að sko sovéski herinn hafi verið að ráðgera að taka Norðurlöndin. Nei, Jens Stoltenberg hefur sagt það sjálfur að því norðmaður og framkvæmdastjóri NATO að þegar í kaldastríðinu var eiginlega engin viðvera, það var ekkit hugsa það einu sinni að Rússar myndi gera innrás í Norður Noreg. Það var ekki einu sinni alvöru hernaði vera normann þar. Þannig að sko mér finnst þetta að halda það að Rússar muni ráðast á Norðurlöndin, muni ráðast á taka Þýskaland og Frakkland og Bretland og mér finnst það bara fáránlegar hugmyndir. En þetta hefur samt þetta er svona mainstream, þetta er hugmyndir sem gengur í dag. Og hún kallar náttúrulega... Sem getur sko stýrt í hvernig við ráðstöfum fé ríkissjóðs. Já, ef að svo leið verið farin að stjórnvöld ákveða það, við komumst ekki lengur hjá því að borga 2% í hernað og við verðum að gera það til þess að vera í NATO og þá vaknar spurningin, borga sig fyrir okkur að vera í NATO með þær aðstæður og það er eitthvað sem ég hef ekki síðan greiningu á því og ég hef ekki síðan greiningu á því hvernig alla stjórnvöld að gera þetta, en það er búið að gera eitthvað þingsáleitnartillaga langtíma aðstoð við Úkraínu og voðalega skrítið, það er skrítnast af öllu þessi hernaðaraðstoð og mér finnst að við erum einhvern veginn að dragast inn í eitthvað og það er ekki búið að taka umræðum í þjóðfélaginu. Það er einmitt það sem ég hugsaði með að vera hlusta á þetta viðtal í gær. Þarna er raunverulega að vera að boða sko grundvallarbreytingar í varnarstefnu Íslands og þá er ég bara að meina hvernig er metin hver hætta sem stafar að Íslandi. Þetta er bara grundvallarbreyting. Það er búið að vera grundvallarbreyting í því hvernig við öktum með því að kaupa vopn sem við höfum ekki gert hingað til. Það er alls konar grundvallarbreytingar sem er að verða og það er verið að boða stór aukin útgjöld til varnar og hernaðarmála
En hvar umræðan? Það eins og þessi stefna hafi bara komið á faxi eða ég sé ekki neina umræðu í þinginu eða í fjölmiðlum þetta. Hvað raunhæft við það sem fyrir utan hérna hjá okkur, það sem að utanríkisráðherrann að segja? Það raunhæft að Rússar séu að fara að taka yfir Evrópu? Ég meina, ég sé ekki umræðu þetta. Mér finnst þetta bara að vera að þvæla. Málið það að, til dæmis, tökum eins og Sovétríkin. Við áttum alltaf góð samskipti við Sovétríkin. Sovétríkin voru að mestu hluti loka hagkerfi, ólíkt Kína sem galopið hagkerfi. Við áttum alltaf góð samskipti. Við vorum í vöruskiptum, hagstæðum vöruskiptum við Sovétríkin alla tíð. Þegar við færðum út okkar landhelgi, Sovétríkin voru ekki trefin á þessu en þau lýtt okkur og þau virt okkar landhelgi sem Bretar gerðu ekki. Til dæmis NATO-ríki sem fór bara inn með herskip. Rússar fóru með sína stóru verksmiðutogara út úr landhelginni. Já, þeir fóru ekkit glaðir, fóru ekkit ánægðir með þetta en þeir lýttu. Ég nefndi það í kreppinu 2008-2009 þá stóðu Rússar með okkur. Þeir eru með fastafullur í alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Þeir eru stóru löndin með eitt fastafulltrúa að með Norðurlöndin og Baltísku Eystrasaltsríkin eru með eitt saman. Að við okkar samskipti við Rússa og Sovétríkin voru alltaf á frekar vinsamlegum nótum. Við vorum aldrei í einum deilum við þá. Þannig að Rússa, ég veit aldrei þess að Rússar eða Sovétríkin hafi ráðist sérstaklega á okkur. Ég man ekki eftir því. Þannig að þessi árásagirni gagnvart okkur hefur ekki verið. Þannig að Rússar hafi einhvern áhuga á því að fara að klippa strengi og fara inn í okkar landhelgi. Ég sé það ekki. Þannig að þetta er svona þetta er einhver tilbúningur en samt sem áður náttúrulega Evrópa komin alltaf annar stað. Við erum náttúrulega búin að vera núna í stríði í 2 ár við Rússa. Við erum búin að vera að senda vopn stanslaust. Og það stigmögnun og það getur leitt til þess að verði settir inn hermenn og það getur leitt til þess að verður skotið á skotmörkin í Rússlandi. Það getur leitt til þess að verði átök inn í löndum þar sem stór minnihluti Rússa. Þannig að þetta getur stigmagnast þar, en ég sé bara ekki að þetta er ekki beint í okkar bakgarði, sko. Nei, í mínum dómi eigum við að standa utan við þetta og það er náttúrulega eitt sem að gerist það þegar Sovétríkin falla, þá gerist það að þá allt í einu margar milljónir, tugir milljóna Rússa sem allt í einu komin inn í allt annað land og hafa mjög takmarkaðan rétt og ég sá þetta í Eystrasaltsríkjunum. Mér fannst þetta óréttlátt gagnvart sumum Rússum þó að ég hefi skilið sögu þessara Eystrasaltsríkjanna og hvað þau þurftu að ganga gegnum. Ég skoðaði pyntingabúðirnar sem voru á Sovéttímanum og allt þetta sem gekk á og þessu fólki var bannað að tala sín tungumál og allt þetta. En þegar að kemur af því að Sovétríkin falla, þá lendir fólk utan landamærana og það ennþá þannig sem hefur takmarkaðan rétt, fekk ekki alltaf kosningarétt, fekk ekki vegabréf, fekk ekki ríkisborgararétt og svo framvegis. Þannig að að það er ekki ljóst að Rússar sem að féllu utan landamærana þeir voru ekkit kannski síður fórnarlömb Sovétríkjanna heldur en kannski Eista, Lettland og Litáir eða Úkraínumenn og þetta hefur valdið spennu milli Rússlands og þessara landa og mér finnst til dæmis eins og Eystrasaltsríkin þau vera með allt og harða stefnu í utanríkismálum og tala það að það þurfi að eyða Rússlandi og ganga til bols og höfus á Rússum og bara endanlega og ég sé ekki hvernig þú getur með neinu skynsamlegu móti framkvæmt þetta. Þetta eru 145 milljónir manna, þeir eiga 6.000 kjarnorkuvopn. Og hvernig ætlar að fara að þessu? Utanríkisráðherra Íslands segir á alþingi Sameinuðu þjóðanna að mannkynsins vegna þarf að Úkraína sigra og það þarf að refsa Rússum og það þarf að afhjúpa og refsa. Hvernig ætlar að gera þetta? Og ég meina, þú getur ekki, það er ekki hægt að sigra þetta land. Við verðum að finna leið til að vinna með þeim og til dæmis ég var að horfa bara á ræðu Richard Nixon viðtalið Richard Nixon sem var hósti Bandaríkjanna sem það vann með Kissinger. Þú veist að þeir tóku það ákvörðu á sínum tíma ólíkt Bandaríkjanna núna sem eru í stríði við Kína og svo líka Rússland sem eiginlega ósigrandi þetta er því það eiginlega í stað fyrir að Bandaríkjana séu nummer 1 þá er Kína og Rússland nummer 1 að hann Richard Nixon á sem Kissinger ákvað það að
bara semja við Kínverjana sko, og ekki að vera í stríði við baráttu við Sovétríkin og Kína að hann var að tala það sko að það væri svo mikilvægt að hjálpa Rússlandi eftir Sovétríkin féllu þannig að lýðræðisvæðingin og mannréttindavæðingin og allt þetta sem átti að gera til Rússlandi að það myndi takast vel. Það var engin áhersla lögð á það. Það var engin áhersla lögð á það að koma eignum almennings í hendurnar að fáum vegna þess að það átti nýja auðstétt átti að bjarga því að Rússland ætti sameiginlega hagsmuni með auðstétt vesturveldana. Það átti ekki að hjálpa Rússlandi og það átti ekki að hleypa Rússlandi inn í neina stofnanir. Ég meina, Putin baðum að fara inn í NATO, fekk það ekki og þá kom heldur ekki til greina að Rússland færi inn í Evrópusambandið og það kom heldur ekki greina að veita Rússum mikla aðstoð og það sem að hérna Nixon var að tala í þessu viðtali sem mörg á síðan var tekið að þá var þetta sko að það er svo mikilvægt að Rússland að umbreytingarnir í Rússlandi séu á vestrænan hátt og Rússland komi inn í vestræna stofnanir til þess að skapa frið því það getur líka haft áhrif á Kína. En núna eru náttúrulega Kínverjar búin að sjá hvernig farið var með Rússa og þeir náttúrulega hatast út í okkur, ég segi allavega þeir eru ekki hérna, ég held að Kínverjar hati ekki Ísland, þeir skilja alveg okkar aðstæður, en það forseti fullorðsdeild Bandaríkja þings kallar Kína núna bara nýlega Axis of Evil þannig að það er hérna slæmt samband á milli þannig að sko að ég held að hafi verið gerð mistök að reyna ekki að integrera að taka Rússland inn í sameiginlegt öryggiskerfi Vesturlanda og að hagkerfi geti komið þarna inn þeim eru skildir eftir fyrir utan og það hefur bara leitt til ófarnar. Hilmar, ég ætla að setja komu hérna núna. Við erum búin að tala mest um öryggis- og varnarmál Íslands, heimsmálin svona út frá okkar bæjardyrum, en ég myndi gjarna vilja ræða við þig áfram bara um útlitið í heimsmálunum, stórvelda átökin sem eru víða í Suðaustur-Asíu, í Miðausturlöndum, í miðjunni Evrópu og víðar. Þannig að þú væri til í að koma hingað bara á morgun, þannig að við getum haldið áfram samtalinu. Já, sjálfsagt gerum það. Takk. Ég þakka Hilmari kærlega fyrir komuna hingað og öllum gestunum sem hafa komið að rauðaborðinu í kvöld, Birni Þorláks fyrir aðstöðuna og þá þætti sem hann kom með inn, Pétri og Laufeyju sem hafa stjórnað útsendingu, upptökunni og senda þáttinn út og ykkur helst af öllum sem hafi verið að horfa og breytt þessu spjalli okkar í það sem kallast fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem ykkur líkar. Bent á að það má finna efni okkur á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu á 89,1 á FM. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann ef það eru utan stór höfuðborgarsvæðisins. Það er spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má maður hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum, það sem er á annað borð net. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá fjarskiptafyrirtækinu Símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efnið frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Þið sem vilja taka þátt í að byggja samstöðuna upp sem umræðavettvang og kannski fréttamiðil í framtíðinni geti gert áskrifundur. Þannig höfum við byggt upp aflið okkar. Þið farið þá inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem er grunnskriftin sem mér er sagt að sé lágt verð fyrir allt það efni sem við búum til hér. Þið getið borgað meira þið viljið og þið sem kjósið getið látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem þið sjáuð hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. Þetta er búið hjá okkur í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst aftur á morgun klukkan 8 þegar rauðaborðið opnar á ný með öfluga samfélagsumræðu. Takk fyrir í bili. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.